Þetta er þeir eru búin að vera núna í nokkra daga í Sviss og vantarlega ekkert að upplifa svona veður hérna áður. Nei, þetta er óvænt en það fylgir hitanum víst. Þetta er alveg rosalegt núna. Hvernig er bara búið að fara ykkur inn á hótelinu? Bara mjög vel, bara allt til alls og hugsa vel okkur og vera heitt þar sem maður má ekki vera með loftræstingu en við erum búin að reyna að redda því eins og við getum. Er kannski fínt bara að fá eitthvað svona veður inn á milli í þessum mikla hita? Já, mjög fínt. Maður fann það bara þegar maður labbaði inn á herbergi á hann að það var aðeins kaldara loftið, þannig ég tek því. En hvernig var bara svona að koma yfir til Sviss og kannski komast nær þessu einhvern veginn, nær stórmótinu? Ég sagði einmitt við Hafrúnu þegar við stigum upp í vél, bara nú er þetta að gerast, þannig maður finnur alveg að bara maður er mættur til Sviss á stórmót og ég held maður muni upplifa það enn frekar þegar maður labbar í leikinn á miðvikudaginn að maður sé mættur á stórmót. Var þetta hótel flottara en þið byggust við með myndirnar? Nei, bara svipað. Maður var nú búinn að sjá alveg nokkuð marga myndir, þannig bara eins og við máttum búast. Umhverfið hérna er alveg geggjað. Þið henduðu ykkur í sjóinn daginn og svona. Þetta er búið að vera skemmtilegt. Já, ég held að við vorum búin að vera örugglega í 2-3 tíma þegar við ákveðum að fara að hoppa í sjóinn og bara geggjað. Þetta er bara, gætum ekki beðið betra umhverfi heldur en þetta, held ég. Svona, fyrstu æfingarnar og svona í Sviss, þetta fer allt einhvern veginn saman. Í Sviss, hvernig hefur þetta bara gengið? Bara mjög vel og alltaf bara góð stemning og allir fókusur á Finnland og við ætlum bara að klára það verkefni og áður en við hugsaum eitthvað lengra. Skemmtilegar móttökurnar sem þið fengu á æfingarsvæðinu í gær? Já, mjög gaman, óvænt að sjá svona mikið af fólki og bara geggjað að upplifa þetta. Þannig að fyrsti leikur á móti Finnlandi eftir nokkra daga, er erfitt einhvern veginn að fókusa á eitthvað annað kannski að þessi stóri leikur framöndan? Við náttúrulega erum bara að setja fullan fókus á það og við erum að funda það og maður er bara að hugsa sig og vera klár fyrir Finnaleikinn og ég held að séu bara allir klárir í það. Eru þið búin að skoða þetta finnska lið mjög vel? Já, við erum búin að fara vel í það og vitum hvað við þurfum að gera og við vitum hvað við þurfum að passa og við munum fara enn frekar í það í kvöld og aðeins fyrir leik og þá ættum við að vera bara klárar. Möguleikarnir að ná í góðustu þar, hvernig sérðu þá? Ég hef bara fulla trú á að við getum náði góð úrslit og einmitt búin að sjá það á fundum að það eru miklu möguleikar og sérstaklega fyrir okkur sem við getum nýtt bara með styrkleikan okkar, þannig ég er bara mjög til í þetta. Hvernig svona bara annars sérðu hana riðil fyrir þér, svona maður býst allavega við að þetta verði bara jafnt og spennandi? Auðvitað, við erum á stórmóti, ég meina það eru bara bestu liðin sem eru komin hingað og allt verða erfiði leikir en markmiðið okkar er samt sem að fara upp úr riðlinum. Þú ert náttúrulega á þínu fyrsta stórmóti með Íslandi, er þetta alveg eins og bjóstu? Ég vissi náttúrulega ekkert við hverju ég var að búast en þetta er bara geggjað og bara magnað að fá að upplifa þetta og bara mjög þakklátt fyrir það. Svona bara í lokin, er eitthvað svona frétta í félagaskiptamálum hjá þér? Það kemur bara í ljós. En svona, ertu eitthvað að hugsa um þetta á meðan þú ert á EM eða? Nei, ég reynir bara að fókusa á að vera hér og það verkefni sem við erum í og hitt verður bara að bíða. Sérðu jafnvel bara EM sem eitthvað svona smá glugga til þess að sýna þig og kannski fá eitthvað spennandi move út frá því? Já, það geti alveg gerst, en eins og ég segi, bara ekkert að spá í þessu núna. Takk fyrir þetta til og gangi vel.